Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. Velkomin í Loftsalinn. Good morning and happy Sabbath. Buenos días y feliz sábado. Y bienvenidos hoy. Við ætlum að byrja á því að lúta höfði í bæn. Vamos a orar. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir þennan dag, þakka þér fyrir hvíldardaginn, þakka þér fyrir að við getum komið saman og hvílst á þessum degi í þér. Ég bið Drottinn að þú mættir blessa þessa stund, við mættum fá næringu í dag fyrir vikuna og viltu blessa okkur þegar við borðum saman og mættum eiga yndislegan dag með þér og í samfélagi við hvert annað. Ég bið þessu í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja sál númer 6, Ég vil ljóða Drottinn, og við skulum syngja hann fyrst á íslensku og svo á spænsku. Vamos a cantar el himno número 6 y primero vamos a cantarlo en islandés y luego en español. Amen.
Því næst ætlum við að syngja sálnúmer 132 og við ætlum að syngja hann bara öll saman á því tungumáli sem við viljum. Y ahora vamos a cantar el himno número 132 y lo vamos a cantar todos juntos en el idioma que prefieran. Þá ætlum við að lesa ritningaversið og það Jóhannesarguðspjall 14. kafli 29. vers. Með rís og fætur. Nú hef ég sagt þau það áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. Skulum biðja. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir orð þitt, þakka þér fyrir loforð þín, þakka þér fyrir spádóma þína og þú hefur sagt okkur hvað mun gerast, þannig að við getum verið tilbúin fyrir endurkomu þína og getum verið tilbúin til þess að vera í ríki þínu. Ég bið að þú blessir okkur í dag og þú sért sérstaklega með ræðumanninum, þú mættir tala til okkar í gegnum hann. Ég bið í Jesú nafni, amen. Þá ætlum við að syngja sálm númer 193 og við ætlum líka að syngja hann bara saman. Vamos a cantar el himno número 193 y también lo vamos a cantar todos juntos.
ætlum við að taka upp gjafir. Þær renna þá til safnaðarsjóðs og þið sem viljið frekar leggja inn á reikning, þá reikningsnúmerið hér. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir allt það sem þú gefur okkur og að við getum gefið til þíns málefnis. Ég bið þig að þú blessir þessar gjafir og margfaldir þær og þær verði nýttar til góðs fyrir þitt starf samkvæmt þínum vilja. Ég bið þess í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja barnasálm. Vamos a cantar un himno para los niños. Og svo verður barnasaga, þannig að þið krakkar mig bara koma hingað fram núna eða viljið og við ætlum að syngja Minn Guð er svo stór. Já, fyrst kemur íslenska og svo spænska. Primero en islandés y luego en español. Já, þá ætlar Kitti að predika fyrir okkur. Jæja, krakkar. Einhverju krakkar? ¿Hay algunos niños aquí? Eso, ahí vienen. Margir krakkar. ¡Wow! Muchos niños. Koma bara fleiri og fleiri. Eru fleiri að fela sig? Einhverju Hay stóri más krakkar líka? niños escondiéndose por ahí. Mér langar að segja ykkur sögu Yo les quiero contar una historia sem í Biblíunni. que se encuentra en la Biblia. Hversu margir þekkja hann Daniel? ¿Quiénes conocen a Daniel? Daniel, geturðu staðið upp? A ver, Daniel, párate. Hann hérna aftast. Ahí está sentado atrás. Nei, en það líka annar Daniel sem ég held að þessi Daniel sem skýrir eftir.
Pero hay otro Daniel que creo que ese Daniel allá atrás le dieron su nombre. Og við lesum hann í Biblíunni. Y podemos leer de Daniel en la Biblia. Og það meira þess að heil bók sem heitir Daniel. Y hay todo un libro que se llama el libro de Daniel Daniels bók sem í Biblíunni. en la Biblia. Og það er stundum erfitt að skilja hluti sem standa í Daniels bók. A veces es difícil entender cosas que dice el libro de Daniel, En það er sumt sem er líka bara mjög auðvelt að skilja. pero algunas cosas es fácil de entender. Daniel og vinir hans, Daniel y sus amigos, þeir byggu í Ísrael, í Júda. ellos vivían en un país que se llamaba Israel o Judá. En það sem gerist að það kom her og konungur Pero una vez pasó que llegó un ejército og þeir hertóku Ísrael. y el Judá. ejército se llevó a toda la gente de sus casas y de su país. Þannig að núna var einhver erlendur heimsauðingi, hann réði yfir Ísrael. Y ahora había otro como líder del país que controlaba su país. Og hann ákvað þessi Nebúkadnesar, konungur í Babylon, Y era rey y se llamaba Nebuchadnezzar y vivía en Babilonia. að hann vantaði að fá einhverja í vinnu hjá sér. Le hacía falta alguien para trabajar para él. Hann vantaði að fá einhverja ráðgjafa, Necesitaba a consejeros, svona vitra menn. sabios. Svo hann ákvað að kalla suma í þjónustu til sín. Entonces decidió llamar a algunos para que le fueran a servir. Og hann valdi Daniel og vini hans. Escogió a Daniel y a sus amigos. Eða það var kannski einhver annar sem hjálpaði honum, en þeir voru valdir. Ellos fueron escogidos Og þeir fengu með þess að ný nöfn. y les dieron unos nombres nuevos. Og Biblían segir að þeir hétu Daniel, Se llamaba Daniel, Hanaya, Hanaya, Misael Misael og Asarja. y Azaria. Esos eran sus nombres. En í Babylónu þá fengu þeir önnur nöfn og þá hétu þeir Ahora les dieron otros nombres. Belsasar, Belsasar, Sadrak, Sadrach, Mesak Mesach og Abednego. y Abednego. Og af hverju fengu þeir ný nöfn? ¿Por qué les dieron nombres nuevos? Af því að þeir áttu að vera núna í nýju landi og nýjum stað og þeir áttu að þjóna nýjum konung. Porque ahora tenían que estar en un nuevo país y tenían que servir a un nuevo rey. En svo voru þeir þarna og þeir fengu mat. Ellos estaban ahí y les dieron comida. Hversu margir krakkar borða mat á hverjum degi? ¿Quiénes de ustedes comen comida diario? Og getur maður að borða eitthvað annað en það sem er á borðinu? ¿Y se puede comer algo más de lo que no está en la mesa? Nei, kannski ekki. Er það nokkuð? Tal vez no, no sé. En Daniel, hann vildi ekki borða hvaða mat sem er. Pero Daniel no quería comer cualquier cosa. Hann vildi borða hollamat. Solo quería comer comida saludable. En hann vildi líka heldur ekki borða mat sem var búið að fórna skurkuðum. Y no quería comer comida que se había sacrificado para los dioses. Af því að sumar af þessum trúarbrögðum, Porque algunas de estas religiones þau tóku matinn sinn tomaban esa comida og létu guðina sína, y le dieron a los dioses, alls konar guði, todo tipo de dioses, blessa matinn. le pedían que bendijera En Daniel vildi a ekki borða þannig la mat. comida. Pero Daniel no quería comer ese tipo de comida. Svo Daniel segir, hugsar og hann svo spyr hann einn sem er að passa þá. Y le pregunta a quien lo está cuidando, Hann spyr hvort að hann megi bara fá vatn og kál. pide que si, por favor, que nada más le den agua para tomar y vegetales para comer. Slepptu víninu No quería tomar el alcohol og öllum þessum kræsingjum sem koma frá konungsborðinu. y toda esa comida que venía de la mesa del rey. En ég vil bara fá vatn og brauð og hérna kannski kál. Solamente quiero agua, tal vez pan y verduras. Og hann sagði nú, konungurinn hann er að gefa þér hérna rosa flotta mat. Pero
Pero este señor le dijo, si el rey te está dando comida muy rica y buena, og ef að ég leyfi ykkur að borða ekki matinn konungsins y si les permito que no coman la comida del rey, og þið verið bara hvítir og fölir y se van a poner todos pálidos og bara svona veiklulegir, geti ekki gert neitt, y todos flacos y débiles, að þá verður konungur reiður við mig entonces el rey se va a enojar conmigo og segir, hvað ert þú að gera við þessa sem eiga að vera í vinnu hjá mér? y me va a decir, ¿qué estás haciendo con ellos que deben estar sirviéndome a mí? Akkur þeir ekki að borða matinn, akkur þeir ekki heilbriðir og sterkir og stórir. ¿Por qué no están comiendo la comida y por qué no son saludables y fuertes? En Daniel hann bað að fá að prófa þetta Pero Daniel pidió que le dieran la posibilidad de intentar ese tipo de alimento í 10 daga. solamente por 10 días 10 daga. Og svo meta það þá aftur. y luego evaluar su salud después de eso. Og eftir 10 daga Y después de 10 días, að þá sér allt í einu hirðstjórinn, þessi sem var að passa þá, entonces el que los estaba cuidando þá sá hann allt í einu að Daniel, vio que Daniel Hanaja, y Hanaya, Mísael Misael y og Asarja, Azaria, þeir voru bara stóðu sér best. ellos eran los más fuertes. Þeir stóðu sér best á prófunum, Hacían mucho mejor en los þeir exámenes, beitu best út líkamlega se veían muy bien og þeim gekk miklu betur í öllu sem þeir áttu að gera. y les iba mucho mejor que a los demás en lo que estaban haciendo. Og þá fengu þeir leyfi Entonces les dieron permiso til að halda áfram með þetta mataræði de seguir con esta dieta. og þeir þurftu ekki að ræða það lengur, meira. Y así no tenían que platicar o preguntar permiso por permiso de eso. Daniel og vinnir hans, þeir voru á skrýtnum stað Daniel y sus amigos estaban en un lugar muy raro. og konungurinn þar var að gefa þeim góðar gjafir að hans mati, Y el rey pensó que le estaba dando buenos regalos, en þeir báðu, við viljum frekar fara eftir því sem okkar Guð segir pero ellos decían, preferimos seguir lo que nuestro Dios nos indica. og þeir treystu á að Guð myndi blessa þau. Y ellos confiaban en que Dios los iba a cuidar y bendecir, Af því að það var Guð sem var með þeim. porque Dios estaba con ellos. Það var Guð sem hjálpaði þeim að standa sér betur á öllum prófunum. Dios les ayudó a ser mejor en los exámenes. Á 10 dögum þá getur mataræði ekki haft svona rosalega mikil áhrif. En 10 días una dieta específica no puede tener tanto impacto, En af því að þeir völdu að gera það sem Guð bað þá að gera, pero porque escogieron hacer lo que Dios les pidió, þá blessaði Guð þá. Dios los bendijo. Þannig að af hverju er ég að segja ykkur þessa sögu að Daniel og vinum hans? ¿Por qué les estoy platicando esa historia de Daniel y sus amigos? Af því að þeir voru trúi Guði Porque ellos confiaban en Dios og það blessaði hann þá. y Él los bendijo. Við getum líka verið trú Guði með hans hjálp Nosotros también podemos ser fieles con Dios og þá mun Guð blessa okkur líka. y así Dios nos va a bendecir a nosotros. Hvernig líst ykkur á það? ¿Cómo les parece? Er það ekki eitthvað sem við viljum líka fá? Blessun Guðs. ¿Es algo que queremos también de Dios? Sí, ¿verdad? Eigum við að lúta höfði í bænkrakkar? Vamos a orar. Kæri faðir, Querido Padre, við þökkum þér fyrir það að þú sagðir okkur frá sögunni hann Daniel og vini hans. gracias por contarnos la historia de Daniel y sus amigos. Þakka þér fyrir það að þú sýnir okkur að það skiptir máli að gera það sem þú biður okkur að gera. Y gracias por decirnos que eso es importante, hacer lo que tú nos indicas. Og takk fyrir að þú blessar okkur og ert með okkur. Gracias porque tú nos bendices y tú estás con nosotros. Þó við séum kannski í ókunnu landi Aunque estemos en un país extraño, eða það sé einhver stór konungur sem stýrir öllu sem við þekkjum ekki nógu vel. o si hay algún rey que está dirigiendo todo y que no conocemos bien. Að þá ert þú ennþá við stjórnvöldin Tú estás todavía en control og þú passar upp á okkur. y tú nos cuidas. Kæri faðir, viltu blessa þessi börn hér Te pido, Padre, que bendigas a estos niños aquí og alla hina y todos los que están aquí. í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Takk krakkar. Gracias, niños. Ég ætla að segja fullorðafólkinu aðeins meira hann Daniel Ahora les voy a contar también a los adultos sobre Daniel. og ef að þið finnir blöð aftast
Y si encuentran algunas hojas allá atrás, og kannski liti, tal vez unos colores, að þá getið þið teiknað styttuna hérna sem er hérna á veggnum við hliðina. podrían dibujar la estatua que está ahí en Og la mamma og pared. pabbi geta kannski hjálpað ykkur, Y sus papás tal vez pueden ayudarles. en við ætlum nefnilega aðeins að tala Daniel annan kafla sem að fjallar einmitt þessa styttu. Es que vamos a platicar de Daniel y la estatua que está ahí en la pared. Leifum krökkunum aðeins að koma sér fyrir. Vamos a dejar que los niños se asientan. Gleðilegan hvíldardag öll sömul. Feliz sábado a todos. Það gaman að sjá okkur. Feliz sábado. Me da mucho gusto ver a todos ustedes. Í Sálmunum 119:9 En los Salmos 119:9 stendur: dice: Með hverju getur ungur maður haldið vegi sínum hreinum? Með því að gefa gaum að orði þínu. Aquí dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Þetta er það sem þeir gerðu, Daniel og vinir hans. Esto es precisamente lo que hicieron Daniel y sus amigos. Það er til barnalag Hay un himno para niños Daniel og Rut. que se trata de Daniel y Ruth. Og það segir eitthvað á þessa leið að ég vil líkjast Daniel. Y el himno dice: Yo quiero ser como Daniel Ég vil líkjast Daniel og ég vil líkjast Rut. y yo quiero ser como Ruth. Því að hann er fylltur hetjumóð Porque él está lleno de valentía og y valor. hún nú þetta er alveg út mér. En það var því Rut, hún var svo sönn og góð, já. Que Ruth era Og ég vil reynda að meina að þau hefur bæði verið hetjur og bæði verið sönn og góð, en það er annar mál. En lagið er svona. ella era buena y bondadosa. En Daniel, hann þurfti að taka afstöðu þarna. Pero en la situación en donde estaba Daniel, él tenía que tomar una decisión. Og þetta er ekkert í fyrsta skipti sem hann, þetta er ekkert í eina skipti sem hann þurfti að gera það. Tomar una posición ante los problemas en que estaba. En áður en við höldum áfram, þá langar mig að lúta höfði í bæn. Antes de que sigamos, vamos a orar. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo, nú þegar við opnum orð þitt ya que abrimos tu palabra og lesum saman y leemos juntos og við lærum í ritningu þinni, y aprendemos de tu palabra, þá bið ég þess að heila andi leiði okkur, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, að englar þínar megi að vera allt hér kring que tus ángeles estén aquí junto con nosotros, og þú megir vinna í hjörtum okkar, que trabajes en nuestros corazones að þú megir leiða okkur til þín, y que nos guíes hacia ti, að þú megir blessa okkur que nos bendigas og hjálpa okkur að taka á móti orðið þínu y que nos ayudes a recibir tus palabras og leyfa því að hafa áhrif á líf okkar. y que esto impacte nuestra vida. Í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Við skulum opna Biblíuna í öðrum kafla Daniels. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2. Daniels, annar kafli Daniels bókar líklegast frægasti kaflinn í Daniels bók. El capítulo 2 es probablemente el capítulo más famoso de este libro. Nema kannski margir hafa náttúrulega líka heyrt söguna af Daniel í ljónagryfjunni. Y también muchos han oído de la historia de Daniel cuando estaba entre los leones. En það fyrir annan dag. Pero esto lo vamos a platicar después. En hvers vegna ætli Daniel kapli 2 sé svona frægur, akkur hann sé svona mikið lesinn? ¿Por qué será que el capítulo 2 de Daniel sea que tantos hayan leído ese capítulo? Það var einn dag maður í strætó. Un día había un hombre en un autobús. Það var kristinn maður. Era un cristiano. Og hann snýr sér til sessunautsins. Y se voltea hacia la persona que está al lado de él. Og spyr hann, y le pregunta: góðan dag.
Buenos días. Þekkir þú hinn lifanda Guð, ¿Conoces al Dios viviente? frelsara þinn, Tu Salvador, sem dó fyrir þig el que murió por og ti raus upp af nýju. y el que resucitó. Og maðurinn hann nú bara á leiðinni kannski í vinnuna eða úr vinnunni í strætó. El hombre estaba simplemente viajando en el autobús para ir a trabajar Og hann eiginlega svolítið hissa á spurningunni. y se quedó perplejado por la pregunta Vilt þú vita hvort að ég þekki hinn lifandi Guð? y le dice, ¿quieres que tú sepas si yo conozco al Dios viviente? Hvernig getur þú verið svo viss það að þú sért að tilbiðja hinn rétta Guð? ¿Cómo puedes saber tú que estás adorando al Dios correcto? Og Biblían, hún svona 2000 ára gömul. Y la Biblia tiene más de 2000 años. Hvað hefur hún eitthvað með okkur að gera? Y esta Biblia, ¿qué tiene que ver con nosotros? Og maðurinn segir, El hombre le dice, ég trú eiginlega ekkert á þessa Biblíu, segir hann. no creo en esta Biblia. Kristni maðurinn segir við hann, Entonces el cristiano le dice, þessi forna bók este libro antiguo hefur jafnvel svör við þessari spurningu. tiene hasta respuestas a esta pregunta. Og Sigrún las fyrir okkur áðan í Jóhannesi 14:29. Y Sigrún leyó en Juan 14:29, Nú hef ég sagt yfir það, áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. y ahora os le he dicho, antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. Það Kristur sem talar. Ese es Cristo que está diciendo eso. Hann opinberar hluti sem eiga eftir að gerast, Él nos revela cosas que todavía no han pasado. svo að þegar þeir gerast, Así que cuando sucede, þá getum við verið fullviss það að þá getum við trúa honum. podemos estar llenos de confianza en creer en Él. Spádómar Biblíunar Las profecías de la Biblia hjálpa okkur að trúa því sem kemur fram í Biblíunni. nos ayuda a creer lo que está en la Biblia. En í Daniel 2, Pero en Daniel 2 þá erum við í Babylóníu. estamos en Babilonia. Nebukadnesar konungurinn Nabucodonosor es el rey og honum dreymir draum. y él sueña un sueño. Og Biblían segir honum var órótt í skapi og mátti eigi sofa. Y la Biblia dice que estaba muy inquieto y no pudo dormir. Þessi draumur truflaði þennan mikla höfðingja. Este sueño molestaba mucho a este gran rey. Og hann kalla til sín alla spásagnamennina, særingamennina og galdramennina og kaldeana. ¿Y cada verso? Versi 2, fyrirgefðu. Versi 2. Y mandó el rey llamar magos, astrólogos y encantadores y caldeos Að þeir sögðu konungi hvað hann hefði dreymt og þeir komu og gengu fyrir konungin. para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Nebukadnesar var nefnilega með fullt af fólki í vinnu fyrir sig. Es que Nabucodonosor tenía mucha gente trabajando para él. Hann var með þessa spásagnamenn, Tenía a los magos, særingamenn, astrólogos, galdramenn encantadores og kaldea, y caldeos. svona vitrir menn frá þessum slóðum. Estos eran los sabios de este país. Og þeir ráðlögðu honum dagsdaglega Y ellos le daban consejos og ég að fara hingað í stríð. cada día, que si debería ir para allá a hacer una guerra, Og ég að gera þetta. o debería yo hacer esto, Hvernig getið skipt þessu sanngjarnt? o cómo puedo hacer esto justamente. Og þá fóru þeir og þeir lásu stjörnunar. Entonces ellos iban y leían en las estrellas Eða þeir kukluðu í einhverju galdradóti. o hacían alguna brujería. En í þetta sinn, Pero esta vez þá dreymdi Nebukadnesar draum. él soñó un sueño Og hann upplifði að þessi draumi væri rosalega mikilvægur. y el rey sintió, este sueño es muy importante. Og Biblían segir okkur ekki hvort að hann hreinlega mundi hann ekki nægilega vel, Y la Biblia no nos dice si de plano no se acordaba bien del sueño eða hvort hann ákváða bara o simplemente tomó la decisión
að þeir yrðu að segja honum drauminn og þýðinguna. que ellos tendrían que decirle el sueño y el significado del sueño. Ekki bara hvað þetta þýddi, No solamente el significado, heldur líka drauminn sjálfan. sino también el significado y el sueño mismo. Hafið þið einhvern tímann vaknað og hugsað, heyrðu, kona mín, hún Elísa, hún fekk draum. ¿Alguna vez ustedes han despertado y pensando, mi mujer o mi esposo tuvo un sueño? Það var einhver annar sem fekk draum ¿Algún otro recibió un sueño? og ég get alveg sagt þið frá honum, sko. Y yo te puedo contar el sueño. Einhver sem hefur þennan hæfileika. ¿Alguien tiene esa habilidad? Þetta svolítið erfitt. Es difícil. Þetta Nebúkadnesar, Pero este es Nabucodonosor, konungur Babylóníu. el rey de Babilonia. Konungur sem fekk allt sem hann vildi. El rey que siempre recibía todo lo que quería. Og hann sagði, ég vil fá að vita drauminn og hvað hann þýðir. Y él dijo, yo quiero saber el sueño y el significado. Og í 5. versi segir hann, Y en el quinto versículo, ásetningur minn óhagganlegur. respondió el rey y dijo a los caldeos, el negocio se me fue. Y si no me mostráis el sueño y su declaración, Ef þeir segja mér ekki drauminn og þýðingu hans, skuli þér verða höggnir í sundur og hús yðar gjörð að sorphaug. seréis hechos cuartos y vuestras casas serán puestas por muladares. En ef þeir segja mér drauminn og þýðingu hans, Y si mostraréis el sueño y su declaración, muni þeir þiggja margs konar gjafir og mikla sæmd. recibiréis de mis dones y mercedes Segi mér því drauminn og y þýðingu hans. y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Og þeir reyna aftur. Y otra vez lo intentan. Herra konungur, Señor, getur ekki bara sagt okkur drauminn? Señor, dinos el sueño, por favor. Nei, No. og hann segir í versi 9, Y en el versículo 9 dice, ef þið segja mér ekki drauminn, þá býður dómur. si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Sem ekki verður nema á einn veg. Sería de una sola sentencia. Og við sjáum hérna í seinni hluta versinu kannski af hverju hann sagði þeim ekki drauminn. Y otra vez vemos en el versículo que no les va a decir el sueño. Þér hafi komið ykkur saman. Þér hafi komið ykkur saman að fara með lygatal og skaðsendar frammi fyrir mér. Þar til tímanir breytast. Þetta vers 9. Já, í seinni hlutin. Ja. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que se muda el tiempo. Por tanto, decidme el sueño para que yo entienda que me podéis mostrar su declaración. Segi mér því drauminn, Díganme cómo es el sueño, svo ég fái skilið para que yo entienda að þér með einnig segja mér þýðingu hans. que ustedes también me pueden decir qué es lo que significa. Þið eru búin að vera að segja mér alls konar bull. Ustedes me han estado diciendo puras tonterías. Þið platið mig ekkert í þetta skipti. Esta vez no me van a engañar. Ég veit alveg að þið takið ykkur saman og ákveða að segja mér eitthvað ákveðið. Yo sé que ustedes se juntan y toman una decisión. En ég vil vera alveg viss ég sé að fá þetta rétt núna. Pero yo quiero tener absolutamente seguro que me están diciendo la verdad esta vez. Þannig að þið verðið að segja mér drauminn. Me tienen que decir el sueño Og aðeins þá y cuando hacen eso, get ég verið viss að þýðingin sé rétt. puedo estar seguro de que el significado es correcto. Í 10. versi þá svara þeir konungnum. Luego en el versículo 10 le responden al rey. Enginn sá maður í heimi sagt geti það konungurinn mælist til. Los caldeos le respondieron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Né heldur hefur nokkur mikill og voldugur konungur krafið slíkt af nokkurum spásagnamanni, sæningamanni eða kaldea. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Því það torvelt sem konungurinn heimtar
Og engi getur kungjört konungnum það nema guðinir einir, en bústaður þeirra ekki hjá döðlegum mönnum. 11. vers. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Þið getur ímyndað ykkur að Nebúkadnesar hann var ekki hress með þessi svör. Pueden imaginarse que el Nabucodonosor, rey, no estaba muy contento con estas respuestas. Hann var búinn að vera að taka ráð frá þessum mönnum í öll þessi ár. Él había estado recibiendo consejos de estos hombres por muchos años. Og núna segja þeir að það sé engin tenging á milli þeirra og himinsins, á milli guðana þeirra. Ahora ellos están diciendo que no hay conexión de ellos con los dioses que están en el cielo. Þeir voru bara að bulla þetta allan tíma. Entonces todo el tiempo nada más estaban diciendo pura babosada. Og hann gefur skipunina Entonces él da el mando að taka alla vitramenn, þessa vitringa, af lífi í Babylon. que ejecuten a todos los sabios en Babilonia. En muniði í Daniel 1. kafla, Pero recuerden que en el primer capítulo del libro de Daniel þá var Daniel ráðinn í vinnu hjá Nebúkadnesar. habían contratado a Daniel como trabajador de sabio para el rey. Og hann var einn af þessum vitrumönnum. Entonces, como él era uno de esos sabios, En hann var svo ungur að hann hefði ekki fengið að heyra af þessu. pero como era muy joven, no le habían dicho nada sobre el asunto. En hann var einn af þessum vitrumönnum. Pero él era uno de los sabios. Það kemur einhver að bankar á dyrunum. Y alguien viene a la puerta a tocarle. Daniel, ert þú þarna? Daniel, ¿estás ahí? Konungurinn hefur fyrirskipað að það að drepa þig. El rey ha dicho que hay que ejecutarte. Hvað að gerast? Y él dice, ¿qué pasó? Akkurju? ¿Por qué? Hvað að gerast? ¿Qué está sucediendo? Og Daniel Entonces Daniel fer að spyrja út í það. Hvað að gerast? le pregunta qué es lo que está pasando. Og hirðstjórinn, hann Arjok, Y Arioc, el capitán del rey, hann útskýrir fyrir honum. le explica. Og viti hvað Daniel gerir? ¿Y saben lo que Daniel hizo? Hann óskar eftir að fá tækifæri til að hitta konunginn. Él pide una oportunidad de hablar con el rey. Og hann kemur til konungsins. Y va con el rey. Og hann spyr, kæri konungur, Y herra le konungur, pregunta, señor rey, gætur þú gefið mér 1 dags frest ¿me puedes dar un día og þá skal ég gefa þér þýðingu draumsins. para que yo te pueda dar la interpretación del sueño? Þú segir frá draumnum og merkingu hans. Te voy a decir sobre el sueño y el significado. Það eins og Nebúkadnesar hafi skynjað að það var einhver munur á þessu tvennu. Parece que Nabucodonosor entendió que había alguna diferencia en él y en los otros. Af því að allt í einu var Nebúkadnesar Porque de repente tilbúin að gefa 1 dag í frest. el rey estaba dispuesto a dar un día más. Daniel hafði ekki komið með einhverja afsakanir. Daniel no había venido con unos pretextos. Hann hafði ekki sagt honum að það væri ekki hægt að segja drauminn. No le había dicho no se puede decirte el sueño. Hann hafði ekki sagt honum að hann væri ekki í sambandi við Guð sinn. No le había dicho que no estaba en comunicación con su En Dios. Daniel fékk þennan frest. Entonces le dieron un día a Daniel. Og Daniel gekk heim til húsins í versi 17 Daniel se fue a su casa til að segja félögur sínum frá þessu. para contarle a sus compañeros. Og við lesum áfram í versi 18. Y si vamos al versículo 18, Og til þess að biðja Guð himins líknar leyndardóm þennan. para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, Svo að Daniel og félagar hans yrðu ekki líflátnir með hinum vitrigunum í Babylon. y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Og í versi 19 lesum við Y en el 19 leemos að Guð svaraði bæn hans. que Dios contestó su oración. Þá var leyndardómurinn opinberaður Daniel í nætur sín. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, Þá lofaði Daniel Guð himnana. por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Hann lofaði Guð. Lo alabó Og hann fer aftur til Arjok y regresó al Arioc og hann segir honum
að hann sé með svörin fyrir konungin. y le dice que tiene las respuestas para el rey. Og þeir fara fyrir framann konungin Y se van con el rey og konungur spyr, y el rey pregunta, veist þú hvað það var sem ég dreymdi? ¿tú sabes qué es eso lo que soñé? Og það mikilvægt fyrir okkur að lesa svar Daniels í versi 27 og 28. Vamos a leer la respuesta de Daniel en el versículo 27 y 28. Af því að það segir okkur svolítið Daniel Porque esto dice algo sobre Daniel og leyndiseinkunn hans. y su forma de ser. Daniel svaraði konungnum og sagði, vers 27, Daniel respondió delante del rey y dijo, leyndardóm þann sem konungurinn spyr geta hvorki vitringar, særingamenn, spásagnamenn, né stjörnuspekingar sagt konungnum. el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. En sá Guð á himnum sem opinberar leynda hluti. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Og hann hefur kunngjört Nebúkadnesar konungi það, Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer verða mun á hinum síðustu dögum. a cabo de días. Draumur þinn og vitranir þær fyrir þig bara í rekkjunni voru þessar. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Og Daniel byrjar að segja honum frá draumnum sem hann hefði haft. Y Daniel empieza a darle ese relato sobre el sueño que tuvo. Versi 31. Si vamos al versículo 31, Þú horfði fram fyrir þig konungur miraste para adelante, og stóð þar líkneski mikið. oh rey, y he aquí una grande imagen. Líkneski þetta var stórt og yfirtaksljómandi. Esta imagen que era muy grande Það stóð frammi fyrir þér og var ógurlegt ásýndum. y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Og eins og við sjáum hér á veggnum, það var höfuð líknesins var á skýra gulli. Y como podemos ver aquí en este dibujo sobre la pared, la cabeza era de puro oro. Brjóstið og armleggin af silfri. Sus pechos y sus brazos de plata. Kviður og lendar af eyri. Su vientre y sus muslos de metal. Og leggirnir af járni. Sus piernas de hierro. Og fætunir sumskonar af járni og sumskonar af leir. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. En tökum eftir því hvað gerist næst. Pero ahora vamos a ver lo que sucede. Þú horfðir á það, Estabas mirando þar til steinn nokkur losnaði, hasta que una piedra fue cortada, án þess að nokkur mannshönd kæmi við hann. no con mano la cual hirió a la imagen. Og hann lenti á fótum líkneskisins, En sus pies, sem voru af járni og leir, og molaði þá. la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Þá muldist sundur í sama bili járnið, leirin, eirin, silfrið og gullið. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro. Og varð eins og sáðir á sumarláði. Y se tornaron como tamo de las eras del verano. Vindurinn feykti því burt svo þess sá engan stað. Y levantólos el viento y nunca más se le halló lugar. En steinninn sem lenti á líkneskinu Mas la piedra que hirió a la imagen varð á stóru fjalli fue hecha un gran monte og tók yfir alla jörðina. que hinchió toda la tierra. Jæja, svo núna ætla ég að útleggja fyrir ykkur hvað draumurinn þýddi. Ahora voy a explicarles qué es lo que significó el sueño. Nei, býtu, kannski lesum við bara næsta vers og sjáum aðeins til. No, yo creo que es mejor que leamos el próximo versículo, Því að Daniel heldur áfram að tala. porque Daniel sigue hablando. Þetta draumurinn og nú viljum við segja konungum þýðingu hans. Este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey.
Það má kannski segja að ég hafa aðeins sloppið þarna við erfitt verkefni. Entonces se puede decir que yo me escapé de un proyecto muy difícil. Því að ef við ætlum sjálf að reyna alltaf að skilja reikningarnar með okkar eigin hyggjuviti, Porque si vamos a tratar de entender con nuestro razonamiento las escrituras, þá erum við kannski bara eins og þessi spásagnamenn og sæningamenn og galdramenn og kaldiðar sem ekki gátu svarað entonces spurningum konungsins. vamos a ser como los magos, los astrólogos y los caldeos que no podían dar respuestas al rey. En Guð hann opinbera leyndardóm, Pero Dios revela los secretos y los misterios. hann opinbera leyndardóma Misterios. og hann gefur konungnum einni þýðingu draumsins. Y también le da el significado al rey del sueño. Þú konungur yfir konungur konungana, vers 37, sem Guð himnanna hefur gefið ríkið, valdið, máttin og tignina, þú sem hann hefur mennina á vald sett, hvað svo sem þeir búa, dýrmerkunar og fugla himinsins og sett þig sem drottnar yfir því öllu, þú ert gullhöfuðið. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos del hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki, minniháttar en þitt og því næst þriðja ríkið af Eyri sem drottna mun yfir allri veröldu. Y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Og þá mun hefjast fjórða ríkið, sterkt sem járn, því að járnið sundubrýtur og mölvar allt. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas. Og eins og járnið mólar sundur, eins mun það sundurbrjóta og móla öll hin ríkin. Y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Og í versi 41, Y en el versículo 41, en þar sem þú sást fæturnar og tærnar, að sumt var af pottaleir og sumt af járni, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, það merkir að ríki mun vera skipt. el reino será dividido. Þó mun það nokkru í sér halda af hörku járnsins, Mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigmógurinn. según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. En þar eru tærnar á fótunum sumskostar af járni og sumskostar af leir. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, Þá mun það ríki að nokkru leyti vera öflugt en að nokkru leyti veikt. en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Og þar þú sást járnið blanda saman við deigmógulinn, þá munu þeir með konföngum saman blandast. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclándose con simiente humana, Og þó ekki samþýðast hvorur öðrum, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro. eins og járnið samlagar sig ekki við leirin. Como el hierro no se mistura con el tiesto. Þetta kann að vera eitthvað sem glænýtt fyrir ykkur, Puede ser que sea algo nuevo para ustedes, eða þeir kunna hafa heyrt þetta nokkur sinnum áður, o tal vez han oído eso antes, eða þið hafið heyrt þetta fjölda oft. o muchas veces han oído eso. En hér sjáum við Pero aquí podemos ver að fyrir mörgum þúsund árum síðan, que hace miles de años, á tímum Babylons, en los tiempos de Babilonia, þá opinberar Guð Dios revela fyrir Nebukadnesar, para el rey Nabucodonosor fyrir Daniel y ante Daniel og fyrir okkur y para nosotros, hvernig heimsagan myndi þróast. como la historia del mundo se iría avanzando. Gullið, það var Babylon, El oro era Babilonia, næst kemur Media og Persia, luego vienen los medos y los persas, bronsið Grikkland el bronce es Grecia og járn Róm. y el hierro Roma.
Og síðar kemur þessi tími þar sem það leir og járn. Y luego viene esta temporada donde está una mezcla de hierro con barro, Sem tíminn á fótunum. donde pueden ver los pies. Og þar segir okkur að þar munu menn ekki ná að taka saman. Y ahí nos dice la profecía que los hombres no van a poder unificarse bien. Og eftir að hafa lært aðeins sögu til dæmis Evrópu, Y después de haber aprendido de la historia de Europa, þá sjáum við það podemos ver að það verður ítrekað que muchas veces, síðan hérna á tímum Napóleons después de los tiempos de Napoleón, og hérna, já, eða bara miklu fyrir afsakið, y mucho antes, hefur ítrekað verið að reyna að sameina Evrópu undir einn hatt. siempre han estado intentando a unificar a Europa bajo un reino. Og það eru til sögur af því í síðari heimsstyrjöldinni Y hay historias de la Segunda Guerra Mundial þegar að þýskur hermaður donde un soldado alemán sem samfærði yfirmenn sína í hernum que logró convencer a sus superiores en el ejército út af því að hann las í Daniel kapla 2 porque leyó ese capítulo en Að þeir- Daniel að þeir myndu aldrei vinna þetta stríð. que no iban a ganar esta guerra. Þannig að herforingin hans, þeir lásu og þeir hlustuðu og þeir samfærastu það sama. Entonces sus superiores en el ejército quedaron convencidos y se dieron cuenta. Og þannig að þeir fóru hægt og rólega að geyma eldsneytisbirgðar svo þeir getur keyrt tilbaka þegar þeir væru búin að tapa. Entonces se quedaron convencidos de que iban a perder la guerra. Og þetta var Entonces þeim fueron til guardando, happs. fueron guardando petróleo para poder regresarse de los países extranjeros que estaban y Svo- var þeim til happs. Já, þannig að þeir pössuðu að þeir hefðu nægt eldsneyti til að komast tilbaka þegar stríðið tapaðist. Entonces ellos guardaban petróleo para poder regresarse porque ellos obviamente se dieron cuenta a través de esa profecía que iban a perder la guerra. Og þeir gáttu forðað sér til Vestur-Þýskalands því að þeir sem enduðu í Austur-Þýskalandi, þeir höfðu það ekki nærri því eins gott. Y fue una bendición para ellos haber estudiado esta profecía porque pudieron huir y llegaron al oeste de Alemania, donde les fue mucho mejor al lado de los que se quedaron en la Alemania este, donde los rusos los tomaron presos. Við höfum ekki mikinn tíma í viðbót No tenemos mucho tiempo. og það ef það einhver hér sem hefur áhuga á að stúdera þetta ennþá betur, Si hay alguien aquí que quiere estudiar eso más, þá megið ég endilega tala við mig pueden avisarme si quieren og við getum sest niður og skoða þetta betur. y podemos estudiar esto más detalladamente. En það einn hluti eftir af drauminum. Pero hay una parte que falta del sueño. Það steinin. Es la piedra. Steinin sem engin mannsönd snerti. La piedra que ninguna mano de un humano tocó. Steinin sem að lenti á styttunni og hún hrundi. Esa piedra que cayó sobre los pies de la estatua y la estatua se deshizo. Steinin sem varð að fjalli. Esta piedra que se hizo una montaña. Þessi steinn Esa piedra lesum við að er ríki Guðs. podemos leer que es el reino de Dios. Og mér langar til að spyrja ykkur, Y yo quiero preguntarles, hvar í styttunni lenti steinin? ¿en dónde cayó la piedra sobre la estatua? Fótonum. Los Fótunum? pies. Er allir sammála? Það verður að Todos segja van- allir í einu. ¿Todos van de acuerdo? Los pies. 1, 2 og fótunum. Já, þetta gekk ekki alveg nógu vel en við æfum okkur. Fótunum. En los pies. En hvar erum við í mannkynssögunni? ¿Y nosotros dónde estamos en la historia humana en la estatua? Í fótunum. En los pies, sí, en los pies. Þannig að Guð sagði fyrir, En Dios dijo, antemano, það kemur gullríkið, va a venir un reino de oro, silfurríkið, luego reino de plata, bronsríkið eða eirríkið, reino de bronce, járnríkið, reino de hierro, járnin og leirinn. y el hierro y el barro juntos. En hvað kemur svo? Pero, ¿qué viene después de eso?
Hvað kemur svo? ¿Qué viene después? Ríki Guðs. El Amen. reino del cielo, Ríki Guðs. el reino de Dios. Guð hefur sagt okkur hvernig öll mannkynnsagan Dios, frá þessum tímapunkti færi Dios ya nos contó cómo iba a ser la historia humana desde este año. og ég get staðið hér og sagt ykkur það Yo puedo estar aquí parado diciéndoles án þess að búa það til. sin estar inventando. Það er enginn vafi hvernig eiga að skilja þýðingu draumsins. No es muy difícil entender este sueño. Það er enginn vafi að þessi draumur var skrifaður fyrir mörgum þúsundum ára. Y no hay ninguna duda que esta profecía fue escrita hace miles de años. Þessi bók, Este libro, þó hún sé hafi verið prentuð aftur og aftur, aunque haya sido imprimida muchas veces, þá eru til eldgömmul handrit. tenemos manuscritos muy antiguos. Þetta er ekki ég að blekka einhvern eða að segja einhverjum eitthvað frá mínum eigin höfði. Yo no estoy inventando esto o tratando de engañarles. Guð opinberar Dios revela. og muniði hvað Kristur sagði. Y acuérdense qué es lo que dijo Cristo. Hvað var það sem við lásum til að byrja með? ¿Se acuerdan qué es lo que dijo Juan en el capítulo 14? Í Jóhannesi 14, 29. versi. 14:29. Nú hef ég sagt yfir það, Y ahora os lo he dicho áður en það verður, antes que se haga, svo að þér trúið þegar það gerist. para que cuando se hiciere, creáis. Guð segir okkur frá þessum spádómum Dios nos da esas profecías til þess að við getum treyst orði hans, para que podamos confiar en su palabra, til þess að við getum treyst honum, para que podamos confiar en Él, til þess að við þurfum ekki að velkjast í vafum það að við þekkjum hinn lifandi Guð, para que no estemos dudando y podemos hinn sanna Guð. conocer el verdadero Dios. Við þurfum ekki að velkjast í vafa það að Kristur kemur aftur. No tenemos que estar en duda sobre si regresa Cristo o no. Versi 44, Si vamos al Daniel 2:44, en á þessum dögum, á dögum þessara konunga, en los días de estos reyes mun Guð himnanna hefja ríki levantará el Dios del cielo un reino sem aldrei skal á grunn ganga que nunca jamás se corromperá og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengið verða. y no será dejado a otro pueblo este reino, Það mun knosa og engu gjöra öll þessi ríki el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, en sjálft mun það standa að eilífu. y él permanecerá para siempre. Þar sem þú sást að steinn nokkur losnaði úr fjallinu, De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, án þess að nokkur mannsönd kæmi við hann, no con manos de algún humano, og mölvaði járnið, eirin, leirin, silfrið og gullið, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata mikill Guð, y al oro. hefur kunngjört konungnum El gran Dios ha mostrado al rey hvað hér eftir mun verða. lo que ha de acontecer Draumurinn sannur en lo porvenir. El sueño es verdadero og þýðing hans áreiðanleg. y fiel su declaración. Við þurfum ekki að velkjast í vafa No tenemos que dudar að Kristur kemur aftur. que Cristo va a venir de regreso. Guð hefur lofað því að hann með okkur Dios nos ha prometido, Él está con nosotros. og hann vill undirbúa okkur. Él quiere prepararnos. Því miður þá ég ekki fullkomin. Lo siento mucho, no soy yo ve- perfecto. Ég veit ekki með ykkur hvort að þið séu fullkomin. No sé si ustedes son perfectos. Það alltaf einhver einn eða tveir sem réttum hönd segja já, jú, ég sko. Siempre hay uno o dos que siempre levantan la Og mano brosa svolítið og við öll hlæjum. y dicen que sí, yo sí, y luego sonríen y nosotros reímos. En við erum öll syndug. Pero nosotros todos somos pecadores. En það þess vegna sem að fagnaðarerindið svo fallegt. Y por eso el Evangelio es tan bello. En við yðrum synda okkar, Si nos arrepentimos de nuestros pecados, þá fyrirgefur Guð okkur syndir okkar. Dios nos perdona. Og mér langar til að lesa í 2. Pétursbréfi, Quiero ir a 2 de Pedro, í 1. kafla og 4. versi. primer capítulo, versículo 4. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit,
por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, til þess að þér fyrir þau skildu vera hluttekendur í guðlegu eðli, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, ef þér hafði komist undan spillingunni í heiminum sem girndin veldur. habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Guð heiminsins sem Dios del opinberaði konungnum heimssöguna Que reveló la historia del mundo al rey, hefur lofað að veita okkur dýrmæt og háleit fyrirheit nos ha prometido y dado promesas muy grandes. og hann vill ummynda okkur yfir í sína mynd. Y Él quiere transformarnos a su imagen. Spurningin La pregunta es, treystum við orði hans? ¿confiamos en su palabra? Treystum við honum? ¿Lo confiamos? ¿Le confiamos? Tökum við honum sem frelsara okkar? ¿Recibimos a Él como nuestro Salvador? Gerum við það? Es lo que queremos. Mér langar til að biðja ykkur um að rísa á fætur sem vilja segja með mér í dag að við gerum akkurat það. Við treystum honum. Los que confiamos en Él, vamos a ponernos de pie para confirmar eso, que confiamos en Dios. Amen. Við skulum lúta höfði í bæn. Vamos a orar. Kæri himneski faðir, Querido Padre que estás en el cielo, þú hefur ekki óskað því að við trúum þér aðeins í blindni. no nos has pedido que te sigamos ciegamente. Þú hefur sýnt þig í lífi okkar. Te has mostrado en nuestras vidas, Þú hefur sýnt þig í orði þín. te has mostrado en tu palabra Og þú hefur gefið okkur hinn dýrmætu og háleitu fyrirheiti. y nos has dado estas promesas tan grandes. Og kæri faðir, við komum frammi fyrir þig, Querido Padre, estamos aquí ante ti, öll sem eitt, todos syndug. somos pecadores. En kæri faðir, við yðrum synda okkar Nos arrepentimos de nuestros pecados og byggjum þig um fyrirgefningu þína y te pedimos perdón, og náð þína. y te pedimos gracia. Kæri faðir, við viljum treysta þér sem frelsar okkar. Queremos confiar en ti como nuestro Salvador. Við viljum setja traust okkar á orð þitt, Queremos poner nuestra confianza en tu palabra, því að þú hefur sýnt okkur það porque tú nos lo has mostrado, að þú ert traustsins verður, que tú eres quien podemos confiar. að þú sannarlega ert frelsari okkar, Tú verdaderamente eres nuestro Salvador. að þú ert hinn sanni og lifandi Guð. Tú eres el Dios viviente. Kæri faðir, við byggjum þess að þú verður þess vitni og þinn heilaga andi megi halda áfram að starfi okkur. Querido Padre, te pido que sigas bendiciéndonos con el Espíritu Santo para que podamos ser testigos. Og þú meðir innsegla þessa ákvörðun og þennan skilning sem við höfum lagt fram í dag, Sella nuestra decisión y nuestro entendimiento del día de hoy, að við ætlum að treysta þér que vamos a confiar en ti og treysta þínu orði. y confiar en tu palabra. Og við vitum og þekkjum það á sögun af Daniel að þú munt blessa. Sabemos con la historia de Daniel que tú vas a bendecirnos. Það kunna að koma erfiðleikar, Pueden haber problemas, en þú verður með okkur. pero tú vas a estar ahí. Og við getum verið staðföst í þeirri trú Y podemos estar ciertos en esta fe og þeirri von y esta esperanza, að steinninn mun lenda á styttunni que esta piedra caerá sobre los dedos de la estatua að þú mögur koma aftur að sækja okkur heim. y que tú vas a regresar y nos vas a llevar a casa, Heim í himinin, a nuestra casa en el cielo, þar sem horfin syndin donde no hay pecado. og þitt ríki að eilífu. Y tu reino va a ser para toda eternidad. Við þess í Jesú nafni. Lo Amén. pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Já, takk Kitty fyrir góða ræðu. Og nú ætlum við að ljúka þessari stund með því að syngja sálm númer 35. Guð minn gæti þín. Og ætlum við ekki að syngja hann bara alls saman.
cantar el himno número 35 para terminar y lo vamos a cantar todos juntos. Bið ykkur að rísa á fætur þegar ég les blessunarorðin sem að þessu sinni eru í Júdasarbréfi. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, lítalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottinn vorn, sé dýrð, hátign og máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Segðu bara þessi tilkynningar. Já, þá núna verða tilkynningar, eru ykkur með tilkynningu? Sæll öll sömul, gott að sjá okkur. Me da mucho gusto ver a todos ustedes. Ég held að það sé kannski tími til að krakkarnir fara inn í Kvildaskólan. Yo creo que ya llegó el momento en que los niños fueran a la escuela sabática de los niños, mientras que platicamos aquí.
það sem að gerast að ég ætla að segja ykkur pínlítið frá ADRA. Lo que quería yo platicarles es sobre ADRA. ADRA, það stofnun adventistar þróun og aðstöð. Es un instituto de la Iglesia de los Adventistas sobre ayuda, yo no sé cómo se llama en español, no sé cómo se decir, Development. ayudar a la gente